Welcome to Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 15 af þessu hlaðvarpi. Þátturinn í dag allt öðruvísi en venjulega. Því hér fáið þið að heyra viðtal sem þau frá Icelandic Association of Chicago tóku við mig fyrir nokkru síðan. Ég fékk leyfi þeirra til að birta viðtalið í þættinum mínum líka. Þannig að þið, þá mínir áheyrendur, getuð fengið að heyra allt það samtal sem okkar var á milli. Þannig að hér kemur viðtalið í heild sinni. Það byrjar á stuttri kynningu á ensku og svo tekur viðtalið við. Þannig að gjörið þið svo vel. Hi all, this is the Icelandic Association of Chicago, and we are continuing to do something a little different. As you know, I'm learning Icelandic, and in this interview, we're only going to use Icelandic and maybe a little bit of English staggered in to help people keep abreast. All questions have been written out and are designed to stay inside the Common European Framework of Reference, level A2. You will hear mistakes. I'm still learning. Our intention is to make listening material for upper beginning language learners. Today, we are joined by Flemming Valdmundsson, an Icelandic teacher on italki, who has just recently launched a podcast featuring comprehensible input, something that does not exist in this space. So I'm very excited about this interview. So here goes. Góðan daginn. Við Íslendingafélagið í Chicago og í dag við að halda áfram að bara á íslensku. Eins og þið vitið ég að læra íslensku. Í þessu viðtali ætlum við að tala bæði á íslensku og smá ensku kannski. Alla spurningunar að skrifa fyrir framan og hannaðar til að vera á CIFR á 2 stigi. Þið heyrið kannski mistök því ég ennþá að læra íslensku. Við ætlum að búa til hugsanlega efnið fyrir byrjendur eins og mig. Mig langar að kynna fyrir ykkur Flemming Valdmundsson, sem íslenskennari og hefur skiptað nýtt hlaðvarp sem inniheldur hugsanlega efnið fyrir tungumálnemendur. Svo nú, Flemming, máttu kynna þig? Góðan dag, ég heiti Flemming og Íslendingur og ég starfa sem tónlistarmaður, sem kennari, þá bæði tónlistarkennari og íslenskukennari og nú síðast sem hlaðvarpsþáttaframleiðandi. Flott. Já, in my experience, geturðu lýst podcastinu þínu og hvað hvetur þig til að gera það? Já, hlaðvarpsþættirnir eru stuttir þættir sem eru næstum því 100% á íslensku. Já. Þar sem ég tala algjörlega eðlilega íslensku. Svona eins og ég myndi tala við vini og kollega. Nema að ég að tala hana hægt og skýrt. Þannig að einhver sem að læra tungumálið gæti átt auðveldara með að skilja mig. Þannig þeir sem hafa lært í einhver tíma geta fengið færi til að hlusta á skýran framburð og læra ný orð eða setningar. Og þeir sem hafa lært í styttri tíma fá að heyra hljóðin og eðlilegar setningar og venjast því að heyra hreiminn og læra málið á þann máta. Hvað var þar innblásturinn? Það kom frá öðrum hlaðvarpsþáttum. Ég hef séð þetta gert á fleiri og öðrum tungumálum sem að mig langaði að læra. Ég fann svona þátt á rússnesku og sænsku og norsku og mér fannst það mjög gagnlegt að hlusta á einhvern innfæddan tala móðurmáli sitt á skýran máta án þess að reyna að kenna manni eitthvað málið. Það var stundum erfitt að fylgjast með því hvað var verið að segja, en með æfingunni
tókst manni að ná að skilja meira og meira hvað samhengið var, hvað þáttastjórnandinn var að segja og hvernig einstök orð sem maður kunni, eða kunni kannski ekki ennþá, eru sett saman til að mynda setningar á málinu. Þessi reynsla og svo staðreynd að það lítið til af kennsluefni fyrir lengra komna byrjendur, allavega samkvæmt næstum öllum íslensku nemendunum mínum, voru þá innblásturinn fyrir mig til að byrja þessa þætti. Flott. Og hvað skemmtilegast við að vera hlaðvarp, and thank you for correcting me here, hlaðvarp þáttastjórnandi. Yes, just for background, I had the wrong word here originally. Actually, do you want to give the free grammar lesson on what the mistake I made with that word? Oh yeah, it was more so a vocab problem, and this is something that it's quite common. I've felt with those who have learned Icelandic through like word equals word translations. So like if you're downloading an Anki deck from somewhere, and that you don't really know the context of where that word could be used, because we are an ancient language. So we have a bunch of vocabulary that we could have used semi like equally to other words in the 1300s. And then like somehow it like moves along and develops into the present time, and it may have like connotatively changed meaning in some slight way. So when you had written up what is the most fun thing about being a podcast host, then the concept of host is quite a recent thing. It's like a party host. Like that's a thing from like the 1700s, like somebody who gathers things around and like, I am hosting everybody. I am like the party leader. It might be a king in a court or whatever. We didn't really have that. We didn't have kings and courts, but sure, we had jarls that like were hosts in a way. But the word you chose as like word-to-word translation was hýsill, which definitely is a word for host as well. It's literally something that like something that houses another thing. Yes. But the culture around the word is that hýsill is used to describe the host of a virus or a bacteria, which is definitely not what I like. Maybe people are talking about podcast hosts in that sense today because they're spreading like a virus, but I hope that we don't see them like as such a poor thing as we want to like make the comparison between the two. Right. So I corrected it from hlaðvarpsþátta hýsill to stjórnandi, which is closer than to moderator. Yeah, that makes sense. Yeah, and I wanted to keep that in there just to explain that like mistakes will be made. Yeah, so absolutely, that's the way to learn. So let's go. So hvað skemmtilegast við að vera þjálfarastjórnandi? Ég ennþá mjög stutt komin. Það að segja, ég ekki búinn að vera að þessu lengi, en enn sem komið þá það skemmtilegast fyrir mig að sjá og finna hvernig ég að verða betri og betri í því að gera þessa þætti. Ég að uppgötva fleiri hluti hvernig maður framleiðir svona þætti vel og líka að uppgötva fleiri hluti sjálfan mig og það hvernig ég tala sem að mér tekst að vinna svo úr og bæta með því að hlusta á sjálfan mig og þegar ég að klippa mig, heyri einhver skrítin orð sem ég alltaf að endurtaka eða heka á ákveðnum orðum og svo framvegis. Þannig að stutta svarið kannski að mér finnst skemmtilegast að vera að læra meira af þessu öllu. Þannig að ég í sömu stöðu og allir þeir sem eru að hlusta á mig. Við erum öll að læra. Og hvaða áskorunum mætirðu við að búa til hlaðvarp? Það ekki það margir hlutir sem að eru beint erfiðir. Stundum þykir mér erfiðast að reyna að finna eitthvað gagnlegt til að tala sem ég hef nógu mikið vit á. Þannig að ég hef helst verið að tala stuttar dæmisögur úr eigin lífi sem að tengjast því að læra tungumál. Í bland það að tala eiginlega ekki neitt. Ég held að ég muni lenda í vandræðum og erfiðleikum
þegar að ég verð búinn að segja frá öllu því áhugaverða sem ég hef lent í ævina og þarf að fara að fjalla flóknari efni. En hvernig byrjuð þú að hýsa þetta hlaðvarp? Mér langar að tengja þessa spurningu við spurninguna á undan. Því það var kannski helsta áskorunin sem að ég hef mætt. Það að byrja. Ég var rosalega lengi að byrja að búa þessa þætti til. Ég var búinn að pæla í þeim mjög lengi, en ég þorði ekki fyrr en mjög seint að byrja að undirbúa þá og búa þá til. Ég fór hægt og rólega að kaupa búnaðinn, that is the equipment, til að geta gert þá. Já. Og þegar allt var komið á besta stað, þá reyndi ég allavega 3 að byrja. Ég tók upp heilan þátt, hlustaði á hann og eyddi honum svo og byrjaði upp á nýtt. Það var ekki fyrr en ég gafst upp á því að reyna að gera eitthvað stórt og merkilegt sem mér tókst loksins að byrja að framleiða og gefa út þættina. Fyrsti þáttur minn fjallar einmitt þetta, að taka fyrsta skrefið og hvernig mér tókst loksins að byrja þegar ég ákvað að byrja að taka bara eitt lítið fyrsta skref. Áður en ég gæti tekið það næsta og svo næsta. Í hlaðvarp þínu eitthvað sérstakt sem þú mjög stuttur til að hafa náð? Já, ég mjög ánægður með það hversu hratt það tókst að stækka hlaðvarpið og ná til fleiri áheyrenda. Þetta virkilega þröngur markhópur. This is a very small and narrow target audience for a podcast subject. Sem að hlaðvarpið gert fyrir, en ég gerði mér ekki grein fyrir því að það væri svona margir í heiminum sem vilja hlusta á þetta efni og að það séu fleiri og fleiri að uppgötva það. Mér fannst magnað hversu hratt mér tókst að ná 500 spilunum á þættinum, miðað við hversu fáir það eru í heiminum sem eru að læra íslensku og miðað við hvað ég búinn að gera fáa þætti enn sem komið Þannig að ég vanmat hversu margir eru að leita sér að hjálpartækjum og námsefni fyrir íslenskuna sína. And I'll translate that last bit. So I really underestimated how many are searching for aids and study content for their Icelandic journey. So, en líka þú kennari á italki. Og hvernig kennir þú íslensku á netinu? Sko, ég kenni einstaklingum á netinu í gegnum vefsíðu einmitt sem heitir italki. Ég kynnti mér marga miðla, so that's mediums or media, og smáforrit, apps, áður en ég fór í fullan gang að kenna og mér fannst italki vera sú síða sem passaði best upp á bæði nemendur og kennara. Á italki þar hitti ég nemendur sem eru á öllum mögulegum stigum. Allt frá algerum byrjendum sem hafa ekkert kynnt sér málið, bara einhverjir sem hafa áhuga eða eins og eiga fjölskyldumeðlimi sem kunna þetta og vilja bara byrja frá byrjun með mér. Og svo það alveg upp í fólk sem hefur lært í mörg ár og kann reiprennandi íslensku. Þannig að ég kenni nemendum einmitt á öllum stigum. Yfirleitt þá mætir fólk í pröfutíma, so a trial lesson, þar sem við komumst að því hvað nemandinn gæti haft mest gagn af að læra á því stigi sem hann og í framhaldi af því skoðum við saman þau viðfangsefni, so the subjects, sem við þurfum að fara yfir, eins og hvort það sé framburður, málfræði, orðaforði eða hvað annað sem maður gæti þurft að aðstoða nemandan með. Hvaða afbrigði notar þú til að hjálpa nemendum að læra? Sko, þær aðferðir sem ég nota til að kenna eru allar byggðar á beinum samskiptum. Þannig að þegar við erum saman í tímum, þá erum við í samskiptum allan tíman og mínar aðferðir eru byggðar á þessum
samskiptum. Ég legg sérstaka áherslu á að komast að því hver bakgrunnur einstaklingsins eins og við hvað hann starfar, hvaða áhugamál hann hefur og hvaða reynslu hann hefur af því að læra önnur tungumál. Þegar ég veit þetta allt, þá veit ég hvaða styrki, that is the strengths, nemandinn hefur og get notfært mér þekkingu hans til að kynna íslenskuna og kenna honum út frá reynslunni hans. Til dæmis getum við talað hvernig slavnesk hljóð eru lík en samt ólík ákveðnum hljóðum á íslensku, hvernig ritmálið, the written language, hefur verið þróað á furðulegan máta í samanburði við dönsku eða spænsku, hvernig það að æfa sérhljóða, practicing the vowels á íslensku, eins og að æfa tónstiga á fiðlu, how practicing vowels in Icelandic is similar to practicing a musical scale on a violin, og svo framvegis. Annars, þá nota ég helst samskiptaæfingar. Kenni ný orð þegar okkur vantar orðið í setningu sem nemandinn vill segja, leiðrétti framburð, útskýri málfræði í töluðu beinu máli og bendi á heimildir. So like pointing out sources and resources. Hvernig hjálpa þú nemendið að komast yfir millistigsþrepið, so that intermediate plateau? Right. Okay, stutt svar. Ég læt þá skapa. Skapa, okay. So the short answer to that is that I let them or make them, depending on they're probably willing to create. Og svo kemur langa svarið. Samskipti á tungumáli felur í sér 2 mismunandi atriði sem eru þó lík. Það að skilja það sem sagt við þig og að þú getur sagt það sem þú hugsar við einhvern annan. Til að sletta á ensku þá mætti kalla þetta comprehending input og creating a comprehensive output. Flestir nemendur, og sérstaklega þeir sem eru langt komnir á svona tungumáli sem að fáir í heiminum tala, verða mun betri í því að skilja málið áður en þeir verða góðir í að gefa frá sér málið. Þetta þá eins og að vera betri í að lesa og hlusta og að skilja það heldur en í að skrifa eða tala. Þannig að þegar ég rekst á nemanda sem að skilur málið mjög vel og talar það á sannfærandi en fágætan máta, and then like in English then and if he speaks the language in a convincing but yet poor manner, þá læti þá skrifa. Ég læt þá skrifa eitthvað sem að skiptir þau máli og þeim finnst spennandi. Eitthvað sem að þau vilja að mér finnist líka spennandi. So I try and include some kind of excitement or passion so they actually care about doing the right thing in their speech there. Því þegar þau skrifa, þá eru þau að skrifa hugsanir sínar eins og þau geta mótað þær í nútíð. They write their thoughts in the way in which they can form them in the present time. Og leið og það komið niður á blaðið, þá það orðið þátíð. Það að segja hvernig þau mótuðu hugsanir sínar þá þegar þau skrifuðu þetta. So, and as soon as the words have reached the page, they have then become the past. And the words and sentences represent how you could form your thoughts then, in the past. Þá getur nemandinn, annarkvort einn eða með mér, farið yfir það hvernig eitthvað sem hann hugsaði eða sagði var kannski rangt og skoðað fortíðina sína og beitt nútíðar sjálfunu sínu til að bæta sig í framtíðinni. Okay, so the whole last bit there, because it gets quite conceptual here. So then, once the student has written the whole text down, the student, either alone or with me, can review what it was they thought
and wrote, which may be wrongly put, like wrong words or wrong grammar, and look at what their past self wrote. So the fresh present self can see what went wrong and thereby preparing and improving what their future self will do in the language. Já. En hvað er efnimála þú með fyrir nemandi á millistig? Mittnistig. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode, link in the description. All right, back to the show. Ég mæli með hlaðvarpinu mínu. Akkurat. Nei, grín, ok. Þú veist, jú, að sjálfsögðu. Já. Ég held að efnið eins og það sem ég framleiði er eitthvað sem gæti gagnast þeim sem eru lengra komnir en eru þó ekki nógu langt komnir til að geta hlustað á venjuleg íslensk hlaðvörp sem eru með flóknum orðaforða eins og þátturinn í ljósi sögunar eða eru með mjög hröðu tali því þau eru skemmtiefni, that is entertainment media, fyrir Íslendinga eins og já ok eða þarf alltaf að vera grín. Hvað varðar eins og sjónvarps eða kvikmyndaefni þá myndi ég mæla með sjónvarpsþáttunum Fóstbræður sem að eru grínþættir sem voru framleiddir á 10. áratugnum, so in the 10th decade, meaning the 90s. Þættirnir eru þeir eru bæði innsýn í það hvernig íslenskur húmor getur verið, þar sem þessir grínistar hafa mótað íslenskan húmor síðustu áratugi, en þeir eru líka yfirleitt frekar skýrir í tali allavega. Íslenskan er oft töluð frekar hægt, þetta eru allt leikarar líka sem að kunna tala hægt og skýrt á sviði og þú sérstaklega þá talaði skýrt meðað við grínefni og myndefnið gefur yfirleitt nokkuð skýrt í skyn hvernig maður á að upplifa tónin og samhengið í samskiptunum á milli persónanna í sketsunum. Varðandi bækur, það er til fullt af enskum bókum íslenska málfræði og smásögusöfnum, short story collections, sem ég held að ég þurfi ekki að benda sérstaklega á. Það er allavega engin þeirra sem að stendur sérstaklega upp úr hjá mér. En ég vil þó nefna eina bók sem að hefur greinilega virkað fyrir suma nemendur mína, þar sem að ég hef fengið nemendur til mín sem að höfðu aldrei talað íslensku upphátt við neitt eða lært hana annars staðar og þeir voru strax altalandi á íslensku. Þessi bók, hún heitir Colloquial Icelandic og er eftir Daisy L. Nyman. Hún gaf líka út málfræðibók árið 2021 sem að heitir Icelandic An Essential Grammar sem að ég hef líka þá séð hjá sumum nemendum mínum. Þannig að hún er allavega að gera eitthvað gott stöf. Líka, hver geta nemendur fundið íslensk efni á netinu? Já, þetta er erfiða spurningin. Já. Það er frekar erfitt að nálgast svona efni allavega löglega. En það er reyndar orðið eitthvað til frekar nýlega. Og ég mæli með þessu við flesta nemendur sem koma til mín. Og þetta er þá glæný þjónusta frá RÚV, sem er ríkissjónvarpsstöðin á Íslandi, sem er gerð fyrir þá sem eru að læra íslensku. Hún var lengi í beta útgáfu, en í örugglega september 2024, sem bara í mánuðinum í gær, þegar bara taka þetta upp fyrsta, var hún formlega kynnt. Þetta er vefsíða sem að heitir orð.ruv.is. Þú býrð til aðgang að síðunni þar sem að þú gefur fram á hvaða stigi þú ert á íslenskunni og svo er hægt að horfa á sjónvarpsefni sem að RÚV hefur framleitt þar sem að allt efnið er textað, that is, it's all subtitled,
Og orðin í textanum eru litakóðuð. They're color-coded. Litur orðanna gefur til hversu mikla athygli þú átt að gefa orðinu. Græn orð eru orð sem að þú ættir að kunna nú þegar, samkvæmt þessu uppgefna þekkingarstigi þínu, meaning like according to your given, literally given knowledge level. Og ættir þess vegna ekki að veita því athygli. Þú gleymdu þessu í bili, þú kannt þetta alveg. Rauð orð eru orð sem eru allt of erfið og sjaldgæf til þess að þú ættir að veita þeim nokkra athygli. Allavega í bili. Geymdu það aðeins, þú kemur að þessu seinna. En gulu orðin eru þá orð sem þú ættir að kynna þér. Skoða þýðinguna á, læra kynið á, skoða beygingar orðsins, því þetta er eitthvað orð sem er mikilvægt núna og þú hefur kannski ekki lært að nota það á þeim stað sem að þú ert komin í íslenskunni þinni. Mér finnst þetta síða algjör snill og hún er líklega besta leiðin til að nálgast nýlegt íslenskt efni með texta á löglegan máta allavega. Já, já. En hvernig getur nemandi æft sig í íslensku utan Íslands? Til dæmis mig, ég bý í Chicago, svo hvernig maður gerir það? Þetta er líklega erfiðasta spurningin að svara vel. Íslendingar eru allstaðar í heiminum. Það eru Íslendingar út allt. We're all over and all around. Já. En við erum alls ekki mörg. Þannig að það gæti verið svolítið erfitt fyrir þig að finna okkur ef að þú býrð í Uruguay eða Bangladesh eða einhver staðar þar sem að við erum sjaldgæfari. Já. Þá er mjög erfitt að reyna að æfa samskipta getuna. En þá er heppilegt að það eru til kennarar á netinu. Já. Ég kenni til dæmis þarna á italki, eins og hefur komið fram, og það eru til kennarar á flestum tungumála kennslu síðum. Þó að þú gætir þurft að leita vel. Við erum nokkuð fá sem eru að kenna, en við erum þó til. En ef þú býrð á þéttbýlum stað, but if you live in a dense area, þá eru meiri líkur en minni að það séu nógu margir sem að hafa sama áhugamál og þú, sem að stofna samfélög í kringum íslenskuna. Til dæmis er þetta hérna samfélag til, Icelandic Association of Chicago. Og svo veit ég af nemendum sem hafa farið á íslenskunámskeið í The Nordic House í New York og ég rekist á nemanda sem að stofnaði íslensku samfélag eða Íslandinga samfélag í Toronto líka. Þannig að prófaðu að leita. Það er góður sjens á að þú finnir eitthvað ef að þú leitur á það reyna. Annars, og það er kannski fínt að enda viðtalið með þessum punkti, er að besta leiðin til að æfa sig, sama hvar maður er í heiminum, er að halda áfram að vera forvitin. Að halda áfram að finnast þetta spennandi. Að halda áfram að finnast íslenskan merkileg, áhugaverð eða jafnvel mikilvæg. Ef þér tekst að halda forvitninni við, if you manage to maintain your curiosity then, þá muntu halda áfram að læra og bæta þig. Þú hefur nú þegar náð svona langt að þér tekst að skilja þetta hlaðvarp. Og þá er ekkert sem getur stoppað þig núna nema þú sjálfur. Já. Já, Flemming, mig langar að segja takk fyrir að taka þátt í dag. Takk sömuleiðis. Og ef nemenda langar þig að finna þig, hvernig maður gerir það? Öruggasta leiðin til að komast í kynni við mig væri að finna hlaðvarpið mitt. Icelandic Immersion Comprehensive Icelandic.
þá getið þið heyrt mig tala og komist að því hvort að ég sé ykkur spennandi. Og í gegnum þáttarlýsinguna, through the episode description, finnur þú Linktree, þar sem að þú getur fundið bæði síðu þáttarins og aðra þætti og svo kennslusíðuna mína hjá italki. Þannig að ef að þú vilt komast í beint tæri við að fá bara persónulega kennslustundir með mér, þá væri það í gegnum italki síðuna mína. Flott. Já, takk fyrir líkar. Gaman að kynnast þig. Já. Sömuleiðis, gaman að kynnast þér. Takk fyrir að leyfa mér að taka þátt í þessu. Já. Og bless. Blessaði. Þar hafið þið það. Ef að þið viljið hlusta á fleiri viðtöl eins og þetta við aðra Íslendinga, þá er hægt að finna fleiri slík hjá Icelandic Association of Chicago. Ég set hlekkin að hlaðvarpinu þeirra í þáttarlýsinguna á þessum þætti, þannig að þið getið fundið hann þar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þið hafið náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég ykkur fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.